Ljós. Ok, velkomin í þáttinn hans Ara. Ok, já, það má kannski aðeins laga ljósin hérna. Það er kannski svona of, þú veist. Ég er svoleiðis að drepast í bakinu núna og verið velkomin. Þetta er fyrsti podcast þáttur Ara sem verður bara sýndur hér á YouTube og er filmaður og það er búið að hafa sko heldur betur fyrir þessu. Já, ég meina ég glemdi að tengja mikrofóninn og allt þetta og þið eru bara að hlusta á mig bara live úr tökunni sko. En já, það sem mig vantar, það er að fá svona, hvað á maður að segja, að fá eitthvað sem getur hjálpað mér með podcast og eitthvað svona og það var gaman að vera með einhverjum sko, einhverjum svona þekktum sem myndi vilja eða hafa trú að gera gott podcast og alveg frá sko, þá fyrir alveg bara og köfum bara ofan í málin og svona rebuilding leið þegar við erum að tala svona alveg, þú veist, frá því sem gerðist þegar ég var kannski 6 ára eða eitthvað sko og svo upp eitthvað gleði og svona til að bara, já, vonandi bara góðu gestir sem koma og geta sagt frá lífinu sínu. Ég, ákvað að gera þetta því að það eru mjög margir sem eru í einangrun akkurat núna og það eru mjög margir sem eru búin að spyrja af hverju ég hætti og eitthvað svona sko. Ég náttúrulega er ekkert hættur á YouTube sko. Það er alltaf gaman að fara inn á YouTube. Ég meina, ég horfi meira á YouTube heldur en á sjónvarpið eða eitthvað svoleiðis. Það er bara svo mikið af efni og ég er áskrifandi sko hjá Premium. Þannig að mér finnst það svo mikið af góðu svona efni frá MTV og svona og bara gaman einhvern veginn. En mér finnst svo mikilvægt að reyna að halda íslenskunni svolítið svona þannig að við getum verið svona meira svona, þú veist, reyna að halda í okkar íslenska en samt vera svona meðlimir í öllu þessu stafræna heimi sko, Instagram, YouTube, Snapchat og bara name it sko. Þannig að þetta er svona, já, þú veist, og líka einhvern veginn svona að finna alveg bara, sjá alveg bara, ok, bara einhvern veginn bara, já, ég er eiginlega bara hamingjusamur sko, þú veist, einhvern veginn, ég veit það ekki, ég er eitthvað voðalega svona bjart, það er svona bjart yfir mér og svona ró, mikil ró, ég er alveg bara, en það
já, það dásamlegt að vera bara edrú og það er ekki alveg komin 2 vikur, þú veist það 1 mánuður og 2 vikur, en það vantar sko 2 daga, þú veist, þannig að ég segi bara út af því ég að gera þetta vídeo, það 2,5 mánuður, nei 1,5 mánuður edrú, án áfengis. Svo er ég að reyna að hætta að reykja Winston. Þannig að það bara svona lífstílsbreyting hjá mér. Og einhver breyting svona samanborið við bara móður jörð og svona jóga tilfinning í mig og svona bara einhvern veginn bara, já, bara hreinn andi sko. Það málið sem skiptir máli sko, já. Og ég svo feginn að vera komin út úr þessum ara og komast í ara og svo allt í einu bara ok, komin aftur í ara, venjulega, það bara engin breyting, þú veist, en maður breytir, maður velur sjálfur, maður getur farið til hægri eða vinstri, en ég bara sáttur með lífið og tilveruna og á meðan að það fær ekki að gjósa, Grindavík eða einhvers staðar og ég fylgist rosalega með skjálftavirkninni. Það alveg ótrúlegt, það bara talvan sko. Og nei, núna var akkurat að koma 3 á Richter. Ég svona, maður eiginlega alveg hættur að kippa sér við þetta sko, maður bara, já, nú komin 3 á Richter og allt þetta sko. Og mér finnst þetta samt vera alvarlegt mál sko, að það skuli, þú veist, vera bara hægt að vera með, þú veist, fyrst þegar þetta kom þá voru allir fjölmiðlar og allir að tala þetta og svona sko. Mér finnst eins og það sé búið að gleyma því að jörðin sé að skelfa og það kannski væntanlegt bara eldgos og þau hugsa kannski bara of mikið COVID-19 og svona sko. Þetta svolítið svona stýrt, en maður veit ekki alveg hver stýrir þessu. Jú, náttúrulega, Veðurstofan, hún náttúrulega passar, auðvitað hræðir ekki allt fólki sko, en samt vill ég fá sannleikann bara á borðið sko. Mér finnst fréttamennskan ekki alveg ná í svona skottið, þú veist, á þessum vísindamönnum og allt það. Og ég hefði gefið frekar þeim fálkaorðinu heldur en Ölmu, Þórólf og Víðir. Ég var bara, oh my god, þau eru bara að sinna starfinu sinni og þau ekkert merkilegra heldur en við og vera eitthvað að krossleggja og bara þú fær riddarakross fyrir að bjarga Íslandi og þú ert sko bara prinsinn á hestinum og bla 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 sko. Maður bara, ég misti svolítið álit á honum TH að hafa gefið þeim riddarakrossin og allt þetta. Mér fannst þau og finnst þau alveg fín og allt svoleiðis, en þetta bara venjuleg vinna hjá þeim. Þú veist, þetta eins og í Grindavík,
það var líka svona fundur og allt það og fundir. Meina, af hverju fengu þeir ekki neitt eða neina viðurkenningu eða eitthvað svoleiðis, sko. Og bara líka áður þegar Eyjafjallajökull gaus, þá ég veit ekki, þessi fréttamennska er orðin svo skrítin dag að maður veit, þú veist, það stendur kannski hérna já og svo stendur alltaf nei þarna, maður bara, já, ok, þú veist, maður er eiginlega hættur að þora að lesa hver skrifar fréttina, sko. Maður myndi móðga viðkomandi svo rosalega að hálfavarinn og þessi unga fólkið of skynsamt til að taka einhverjar áhættur. Já. Það er nú bara rétt, sko. Alveg, það er bara eitthvað svona leiðindar fréttir, sko. Muggesson tróð upp í Skálavík með skömmum fyrirvara. Það er nú mjög flott, sko. Oh my god, byrja ráðleggingar nútímans svipaðar sóttvörnum fyrri tíma. Pældi í því, við erum að lifa á, þú veist, það er COVID-19, jörðin skelfur. Já, þetta eru skrýtnir tímar og þetta er svo skrýtnir tímar að, þú veist, það var verið að tala atvinnuleysi og allt þetta og það er bara ekki hægt að fá smið, það er ekki hægt að fá, þú veist, það er svo mikið að vera að byggja að maður bara, what? Hvað er að gerast eiginlega? Þú veist, það er sko, maður hugsar alveg, maður vill ekkert vera að fara neitt yfir þessa línu út af því að ég held að maður myndi nú ekki vilja horfast á við raunveruleikann eða það sem bíður manns næst eftir 10 ár, sko. Þú veist, það er alveg, já, það er alltaf eitthvað svona sem er í gangi hjá þessari pólitík og bara hjá ríkinu bara. Ríkið eitt er bara heilt batteri og gefur mér rafmagn til þess að geta tekið þetta podcast upp og ég borgaði þetta fyrir rafmagnið. Alveg. Ég veit nefnilega, ég er með svolítið ADHD, eða hvað sem myndi kalla það, og mér langar svo að sjá líka svona, yfirleitt horfi ég aldrei á vídeóin sem ég hendi á YouTube út af því að ég vil sko að aðrir horfi á vídeóið og hvað þeim finnst þetta vídeó, þú veist, svona þú veist, eins og ég hef gert svona gróf og fyndin vídeó, sko, sem sko, þetta list sem fólk á, sko, bara að horfa á, já, ok, þetta svona bút úr einhverjar mynd eða eitthvað svona, sko, og þetta svona allt nánast einhvern veginn svona sannsögulegt. Já, auðvitað, þetta bara ég er náttúrulega bara opin bók og ég get bladrað
og bladrað þangað til að ég sofna bara. Og svo ég bara ekkert að pæla í þessu síma lengur. Hann bara þú veist. Já, þetta bara mjög gaman. En stundum of mikið, ég finn það að þetta svolítið of mikið fyrir bara sálina eða eitthvað sko, þú veist. Og málið það líka sko, það þó ég sé hættur að drekka eða eitthvað svona, þá má fólk alveg líka koma með bara út af því að það kannski svona stressað eða þorir ekki að mæta eða eitthvað svona. Og þá datt mér nefnilega þá í hug sko síma, þú veist, svona podcasts að nota bara, þú veist, ég náttúrulega með mikrofóna og allt þetta og öll tæki og tól að taka upp, en ég bara kann bara ekkert á þetta alveg. Ég veit að ég þarf að googla og þetta og ég bara stundum, ég mikla hlutina stundum bara of mikið fyrir mér. Það eiginlega málið sko. Það málið. Alveg sko. En ég nefnilega ætla að halda áfram að vera með, skal ég segja ykkur, YouTube þetta, út af því að í rauninni þetta alltaf bara dagbækur mitt líf. Eins og núna ég bara búinn að slaka bara á og reyna að njóta lífsins og njóta, bara gaman að horfa trén vaxa með manni og bara lífið einhvern veginn betra einhvern veginn. Og ég þarf að fara að grenna mig og ég byrjaði að drekka svona vatnsblanda Floridana og svona, mér finnst það vera svolítið of sterkur og svo mikill sykur í honum að maður bara, já, ég læt svona hálft og hálft og bara út af því að ég þarf náttúrulega að drekka vatn og reyna að hætta í Pepsi-inu, þannig að það alveg nóg að hætta að drekka áfengi, en ég svona finn ekki fyrir löngun eða neitt sko. Ég bara, það var eiginlega sko bara þannig að ég bara ákvað bara allt í einu að, þú veist, ég bara allt í einu var í viðtali og hef fengið spurninguna, hefurðu verið blackout? Og það bara fór ég alltaf að hugsa, nei, því að maður var bara alltaf að fá sér bara yfir sjónvarpinu eða alls konar sko. Þannig að ég nefnilega fer aldrei í bæinn sko. Það bara málið. Ég bara einhvern veginn, það henta mér ekki. Ég búinn að fara 2 skipti. Einu sinni var sett eitthvað glasi á mér og það var 2016 sko. Þá var ég blackout. En bara núna bara man ég ekki eftir blackouti því að ég kannski bara út af því að maður drakk bara of mikið, ég veit það ekki. Ég finn allan að ég allan að einhvern veginn betri svona farin að gera hluti. Ég var bara orðinn lasinn sko. Þetta var bara,
þegar ég horfi tilbaka var ég bara, já, ég var eiginlega bara lasinn, ég var eiginlega bara, í rauninni var ég bara að drepa mig á drykkju. Það málið sko. Þetta var nefnilega svolítið svona, já, maður svolítið nautnasekkur á drykkju og öllu. Ég rosalega ferkantaður, alveg sko. En sem betur fer ég búinn að læra, þannig að Búdda búinn að læra, þú veist, ég búinn að læra svo mikið, ég búinn að, þú veist, bara allt bara á YouTube og ég veit ekki hvað og hvað sko. Og búinn að læra náttúrulega, búinn að fara í alvöru námskeið, risastór námskeið, 9 skipti, sem alveg náttúrulega rándýrt en þetta ég hef verið að fjárfesta í sjálfan mig sko, af allri þessari reynslu og allt þetta og þetta. Nú ég alveg komin úr og yfir í annað, þannig það líka má alveg, út af því að þetta podcast, það á ekkert að vera, það ekkert fullkomið hjá mér sko. Það bara, þú veist, ef allt væri fullkomið, það væri bara allt alveg hryllingur sko. Þannig að hérna bara, ég bara eins og ég og þú bara eins og þú Og það rosalega þægilegt að vera með þessa núvitund og bara vera alveg, ég nú ekki professional, en ég samt búinn að læra og bara búinn að sjá alveg bara hvað maður búinn að þroskast. Það mörg vídeó þarna á YouTube og svona sem ég bara, mig langar að, þú veist, en ég bara man ekki leyninúmerið, þannig að það sko. En þessi síða, ég man alveg eftir henni út af því að sími minn, ég nota síman og þá kemur SMS og það ógeðslega gott. Það nefnilega sem á að koma eiginlega bara í alla síma finnst mér. Sem YouTube og allt þetta sko, og tölvur og allt auðvitað. Þannig að, já, þetta bara sígaretta sem ég að reykja. Fyrir ykkur sem alltaf að fara að horfa núna. Eða En já, það verður nefnilega mjög gaman sko þegar að samtal kemur. Þá snýst boltinn miklu meira áfram og svona maður leyfir bara þessu algjörlega bara flæða. Og ég ætla að nota bara stofuna mína í þetta. Þetta málverk sem ég málaði. Þannig að ég svona að búa til stúdíó bara hér í stofunni hjá Ara Jósefssyni. Og ég mjög private manneskja samt heimili og svona. Þannig að núna ég bara komin bara heim til mín í Sandgerði